Komið sæl og blessuð, velkomin í annan Bridge þátt samstöðurinnar. Við fórum hér í loftið fyrir, ég held að séu 3 vikur síðan urðu páskar og það var rætt að þessi þáttur yrði að jafnaði á 50 dögum en á morgun sumardagurinn 1. Þannig að við erum í loftinu hér og nú, þennan miðvikudag, ágæta miðvikudag. Við fórum víðan völl í fyrsta þættinum, fengum heilt landslið hér af konum, her af konum, sem að ræddu meðal annars hvernig viðtökur, hvernig upplifun þeirra af Bridge-íþróttinni hefur breyst. Það orðið í rauninni miklu betra viðmót núna gagnvart konum. Þetta var svolítið svona kallaklúbbur, kallaíþrótt og það voru það var ekkert mjög auðvelt að komast inn í röð þeirra bestu í Bridge-heiminum þegar til dæmis ég byrjaði að spila Bridge byrjaði að keppa í Bridge fyrir kannski 35 árum cirka. En nú eru breyttir tímar og í þessum þáttum ætlum við svolítið einmitt að leggja áherslu á hið félagslega og við ætlum ekki mjög mikið að einblína á hlutskipti þeirra bestu, þeirra öflugustu, þeirra sterkustu í Bridge-íþróttinni en samt þegar eru Íslandsmót í gangi og þegar stóru viðburðir eru framundan eins og hér og nú því á morgun hefjast úrslit Íslandsmótsins í sveitakeppni þá verður nú ekki undan því veikist að heyra í okkar besta fólki. Og í dag eru gestirnir 2, Guðmundur Snorrason og Ómar Olgeirsson. Komið þið sælir félagar. Sæl. Hvað segir þið gott? Bara ljómandi fínt. Það það ekki? Jú. Fiðringur í ykkur, það að hefjast þarna úrslit Íslandsmótsins í sveitakeppni í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ í fyrramálið og það verður spilað alveg fram á sunnudag. Það að segja, já, úrslitin loka rimman á sunnudag. Hvernig eru þið stendir? Bara nokkuð vel sko. Það gekk vel í undankeppninni en það náttúrulega segir ekki mikið. Það alvaran byrjar á morgun sko. Einmitt. Það segir ekki alltaf allt en það gekk eiginlega meira en vel hjá okkur í undankeppninni. Þið spilið í hvaða sveit aftur? Tíminn og vatnið heitir hann. Það nú eitthvað höfundanafn sem veit nú sveitinni fekk en þetta ekki ljóð eftir Stein Steinar? Jú. Já. Þannig að jú, það gekk vel en það eins og Ómar segir, það telur lítið á morgun. Þetta fyrst og fremst að vinna sér farseðilinn í undanúrslitunum í úrslitin en nú byrjar alvaran. Já, það voru 36 sveitir sem börðust 12 sæti í undankeppninni sem fór fram fyrir páska. Skulum aðeins kíkja á ef þið farið yfir það með mér að sko þið unnuð undankeppnina og sveitina ykkar skipa auk ykkar tveggja þið eru svo ég endurtaki það fyrir hlustendur og áhorfendur þið eru Guðmundur Snorrason og Ómar Olgeirsson en auk ykkar eru sveitinni Kjartan Ásmundsson, Stefán Jóhannsson, Jón Ingþórsson og Hlynur Garðarsson Hlynur fyrirliði Hlynur fyrirliði, já. Hlynur fyrirliði og sko er það ekki rétt hjá mér, Ómar, að þú og Stefán, þið eruð butler kongar? Jú, allavega hjá þeim sem spiluðu marga leiki, sko. Já, hjá þeim sem spiluðu marga leiki. Það má segja það. Þetta var nú ansi impressivt, sko, hjá ykkur. Var einhver mínustala? Já, það var einhverja svona lágar mínustölur, sko. Kíkja á þetta. Það var ekki allir leikinni góðir, sko. Það var ekki allir leikinni góðir. Nokkrir mjög góðir leikir, allavega. Nokkrir mjög góðir. Þeir voru ansið þéttir. Þið eru með eina rauðatölu. Þið fenguð einu sinni 0,78, mest 3,27, sem náttúrulega rosalegu butler. Og þið spiluðu sem sagt alls 7 leiki og þið endið með 1,53. Það ansi gott. Það ekki Guðmundur? Það mjög gott. Það vísu Sveitrúnar sem gamall sveitafélag okkar beggja hann segir maður að ná hæð sinn í butler sko, það annars það ekki nógu gott. Það mjög erfitt fyrir hann er 2 metrar á hæð En jú, þetta alveg fínt sko. Já, þetta mjög gott. Bara stórglæsilegt. En förum þá aftur í þær sveitir sem komust áfram að við erum í öðru sæti var sveit Grant Thornton
Hann að skipa Magnús Magnússon og Sigurbjörn Haraldsson sem eru landsliðspar eins og þú og Stefán, ekki satt? Jú, við vorum það í fyrra, í Evrópumótinu í fyrra. Voru það í Evrópumótinu í fyrra. Og þú hefur náttúrulega verið í landsliðinu, Guðmundur, svo það sé tekið fyrir. Já. En sko, eru Magnússon og Sigurbjörn Haraldsson sem voru einnig með mjög góðan böttler, eru þeir okkar sterkasta par í dag til því? Ég held að það sé engin spurning, sko. Engin spurning. Æfa mikið og vel rættir og bara mjög þéttir, sko. Já. Þeir voru náttúrulega langbesta parið okkar fyrir nokkrum árum, svo tóku þessi pásu og eru að koma aftur og þeir verða það held ég, eða eru það er engin spurning. Nei, og þeir eru báðir svona norðanhnoðrar, annar elst upp á Akureyri og hinn á Húsavík, það er alltaf merkilegt. Já, þeir eru náttúrulega alast upp í þessu hjá, er það ekki Tóni sem er lærið faðirinn? Pétur Guðjóns. Tóni bróðir hérna. Þeir eru einmitt þarna í sveit líka, sveit Frímanns sem komst áfram. Já, einmitt. Anton Haraldsson hefur nú verið landsliðsfyrirlið og einmitt eins og þið bendið á bróðir Sigurbjörns sem við köllum Bessa og hérna rosalega sterk britsmenning fyrir norðan sem hefur komið upp alveg gríðarlegum fjölda ofursterkra spilara en allir þeir séu nú ekki fremstir í rauðu jafningja þeir Magnús og Sigurbjörn. Síðan, svo nú hérna þriðji norðlendingurinn í þessari sveit, Grant Thornton, Guðmundur H. Halldórsson, hérna húsikingurinn, málarameistarin góði og svo eru þeir með Gunnar B. Helgason sem hefur verið að taka að mínum mati stórstígum framförum hérna síðustu ár og eru þið ekki sammála því? Svo kemur allir inn þriðja parið núna í úrslitunum. Sveinn Rúnar og erlendur spilari. Já. Hver sterkur er þessi? Michael Gamble heitir hann. Já, hver góður er hann? Þeir allavega voru að spila hérna regional í Kanada og voru ofalega í því, þannig að hann er vantarlega, við þekkja hann ekki en hann er vantarlega mjög góður. Já, einmitt, spennandi. Síðast manni eftir erlendu spilari hérna þegar Júlíus Sigurjónsson kom með eitthvað svindlara. Já, hvað er ekki 2-3 ár síðan? Jú, allt var brjálað og hérna ég tók loka viðtali við Jón Baldursson og hann dó þar sem hann ekki hrifinn af því. Nei, sá miklu meistari. En það er sem sagt þannig að Sveinn Grant Thornton hún styrkist núna fyrir úrslitin með þessu þriðapari, Sveini og erlendu spilara. Já, þeir spiluðu undan úrslit bara 2 pör og fá einn þriðapari núna fyrir úrslitin. Verður ekki að teljast líklegt að Grant Thornton og þið munið náttúrulega blanda ykkur mjög sterkt í baráttunum gullið. Svona vona það allavega. Er það ekki? Það er stefnan. Alltaf að reyna allavega. Já, einmitt. Það verður mjög spennandi að sjá það. Og svo þá í þriðja sæti er sú sveit sem hefur unnið hér flest mót undanfarið, Infocapital, sem nefndur Jón Baldursson heitinn náttúrulega skipaði hér áður. En í henni í undankeppninni spiluðu Matthías Þorvaldsson og Bjarni H. Einarsson sem náði einnig mjög góðum árangri í böttler. Síðan Birkir Jón Jónsson og Aðarsteinn Jörgensson og þeir eru fast par eða hvað í landsliðinu. Bæði þessi pör. Það er á Norðurlandamótinu í sumar. Já, einmitt. Það liggur fyrir að Matthías Þorvaldsson og Bjarni H. Einarsson, Birkir Jón Jónsson og Aðarsteinn Jörgensen og þeir Maggi og Bessi, Magnús og Sigurbjörn, þetta er okkar landslið á Norðurlandamótinu í maí? Já, í júní. Já, einmitt, akkurat. Á Íslandi. Á Íslandi, Laugavatn ekki? Jú, á Laugavatni. Já, það sem þú varst í skóla. Jú. Það er aðeins margir það. Já, margir britsarar sem hafa komið upp þaðan. Það er eins og mennskólan á Akureyri, heimavistin þar, hún var hérna uppeldis stöð fyrir ansi marga britspilara. Það var oft spilað fram á nótt á Austinni, sko. Það var spilað stundum alla nóttina fyrir norðan. Minna farið fyrir lærdómnum. Það var bara beint í skólan. Hérna. En já, það voru þeir tímar, engir gemsar, maður fann sér eitthvað annað að gera. Heyrðu, ok, og sem sagt Infocapital, það má kannski segja að þetta hafi ekkert verið allt og spennandi í fyrra, sko. Þeir voru lang bestir í Infocapital í úrslitunum og þetta var aldrei spennandi minni mig. En með því að Magnús og Sigurbjörn eru komnir núna yfir í Grant Thornton, þá er nú meiri spenna í þessu, ekki satt? Já, Magnús var náttúrulega í Grant Thornton og búin að vera það í mörg ár. Já, það var bara Bessi. Það var bara Bessi sem þeir eru að taka upp gamalt samstarf aftur, Magnús og Bessi og þeir eru náttúrulega
verða ókvænlegir, það erfitt að eiga við þá. En Infocapital að vera líka ákvæðir. Já. Þeir hafa unnið flest mótin núna í vetur, þannig að þeir verða erfiðir. Ég hallast því allar þessar 3 sveitir sem við höfum nefnt og voru skipuð 3 eftirsætin í undankeppninni geti orðið Íslandsmeistarar, Tíminn á vatni, Grant Thornton, Infocapital. Ég held líka að Hótel Norðurljós sem var í 4. sæti gæti orðið Íslandsmeistari. Hann að skipa Hlynur Angatísson, Karl G. Karlsson, Gunnlaugur Sagarsson, Vignir Hauksson, Stefán Stefánsson sem einhverju vildi að ég myndi gera sérstakann þáttum, var það ekki? Stefán Stefán. Þetta eru mjög góð sveit og líka spila mikið og góður æfingu, þannig að þeir eru mjög þéttir, sko. Mjög þéttir, já, Helgi Sigursson er líka þar. Já. Nú í 5. sæti var líka hörkusveit, Hrannar Ellingsson, Steinar Jónsson, Rúnar Einarsson, Guðjón Sigur Jónsson, Eiríkur Hjaltason, Baldvin Valdimarsson. Sama má segja 7. sæti, Karl Sigur Hjartarsson, það er Júli Sigur Jónsson, Þorlákur Jónsson fyrir heimsmeistari, Karl Sigur Hjartarsson, Sævar Þorbjörnsson, þetta eru menn sem kunna spilið alveg upp á 10, Snorri Karlsson og Sverrir G. Kristinsson. Þetta eru eftir 6 í undankeppninni. Í 7. sæti var Sveit Gabriel. Hún strögglaði alveg svakalega. Það var ekki fyrir en bara í lokin held ég sem að þeir redduðu sér inn í topp 12. Þeir voru bara með neðstu sveitum. Ég skoði þetta á laugardeginum held ég og þá voru þeir bara með neðstu sveitum og þeir hafa tekið sér saman í andlitinu. Rosa karakter að koma svona tilbaka. Það er ekkert sjálfgefið. Þetta er nú samt með eins og Ómar er að tala um áðan með þessu keppnisfyrirkomulagi þá þarftu bara svolítið að skjóta þér. Þetta er spurningum að vera á réttum stað á réttum tíma. Jú, já. En aldrei sjálf gefið sko að þið þekki það súrnar mórallinn eftir ef það gengur illa lengi og það getur verið svolítið átakað. Það var mjög hörð baráttu með þessi síðustu sæti inn í úrslitin. Þessi síðustu 12. Mjög hörð baráttu. Ég man nú bara fyrir, ég held sér 2 ár síðan að þá, þegar við stóðum upp að þá var samkvæmt skráningu voru við úti, þá var ég nú í sveit Grant Thornton með umræddum Stefáni líka og ég og Maggi svo sem vissum að var rangt skráð spil, þannig að við slippum upp sko, en við vorum ekkert að segja Stefáni það, þannig að hann hélt að hann væri úti og við værum ekkert að fara í úrslitin. Og hélt hann margar episka ræður. Hann var ekki kátur. Við vissum að það átti eftir að koma inn leiðrétting sko, þannig að við vorum aðeins rólegri. Steppi er góð sögn. Hann hefur ansið mikið keppnisskap líka. Hann hefur mikið keppnisskap. Við vorum einu sinni makkarar þegar við vorum fyrir Norðanni og Steppi. Það var alveg ótrúlega gaman. Heyrðu, svo er það hérna, já, í sveit Gabriel, sem maður nefnir það nú, hann sem sagt, Gabriel var einn af þessu spilurum sem að maður var svo þakklátur við bridgeborðið, hann var ekki nema kannski 10-12 ára þegar maður sá hann fyrst spila bridge. Ég held að hann hafi verið komið til Madeira bara í kringum 10-11 ára aldurinn að keppa þar og fyrst að fylgjast með og svo bara að spila sko, fljótlega, fyrir fermingu allavega. Já, og við bridgeara verðum alltaf svo glaðir þegar krakkar og ungt fólk sjáum það. Fáum ungdóminn, og vantar svolítið að fá hann. Hann er svona lengi búin að vera með þeim yngstu sko, Gabriel, hann er fættur 1990, ekki? Já, er það. Þannig að hann er ekkert svo mikið unglamb. Ekki lengur, en okkur finnst hann ungur eins og þú segir, því að við miðum hann við þá sem eru eldri. Hann spilar semst við Gísla Steingrímsson, pappa sinn, og svo voru þarna gamlar kempur, Jón Alfreðsson og Guðbrandur Sigurbergsson með þeim. Og ég get sagt ykkur sögu af Jóni Alfreðs og Guðbrandi Sigurbergsinni úr úrslitum Íslandsmótsins í fyrra. Þeir spila sterkt lauf og þeir eru í einhverjum svona relay sequence minni mig og ég var að spila við þá, ég og Pétur Guðjónsson. Og þeir eru komnir eitthvað upp á 5. 6. sko og þá spyr annar hvort að megi fara á klósettið. Og já, svona hartilega og hann fer á klósettið og er eitthvað snöggur á klósettinu og kemur tilbaka og búm, dundrar 7 tiglum á borðið leiðan hann sest aftur. Sögna var þess ekki lokið þegar hann voru á klósettið. Og ég hugsaði að maður þetta er eitthvað, fyndið maður. Hann bara fengið heila blóðfall á klósettinu eitthvað sliðis. Svo bara unnust þeir eins og að drekka vatn. Það var betra að fara klóstið áður. Það getur verið það. En hérna, í 8. sæti varð sveit sem var ekki sjálfgefið að sé í úrslitunum, mjög vel gert hjá þeim. Þeir kalla hana Tvívíði Kisi og það er þá fyrsta reyna landsbyggða sveitin, sýnist mér,
Austfirðingar. Magnús Ásgrímsson, Þorsteinn Bergsson, Pálmi Kristmannsson, Guttormur Kristmannsson, Sigurjón Stefánsson. Eru þetta ekki allt saman Austfirðingar? Jú, örgulega engir og oftar svæðamestarar en þeir, sko. Þeir eru alveg einokað þetta fyrir austan. Þeir hafa verið í úrslitunum töluvert undanfarin ár. Já. Alloft, já, kannski annað hvert ár. Hann nú gamall mækkar minn Þorsteinn Bergsson. Þegar ég var að byrja að spila eila þá var fyrir austan, sko. Byrjaðir þú að spila fyrir austan? Já. Hvar? Svona einhverju viti ég bjó á Egilsstöðum. Já. Og hann þinn fyrsti makkar? Já, svona fyrsti, ég byrjaði að gutla þarna með skólafélaga mínum. Hann og Gutti eiginlega tóku mig og hann svona undir sinn væng og splittuðu okkur upp og spiluðu við okkur tvo, sko. Já. Þannig að ég var makkar við Steina í 2-3 ár. Já. Þetta algjör snillingur. Já, hann mikill meistari. Einn af þessum frábæru karakterum sem maður hittir við bridgeborðið, það svo margir karakterar. Já. Það var frægur hérna þegar það var í útsvarinu hérna og hans öflugu þar. Vissi allt. Já, búfræðingur, skáld, heimspekingur, rithöfundur, alfræði orðabók. Já, hann það heldur betur. Og það var svo fyndið að maður horfði á hann í útsvarinu að sjá taktana þegar hann var búinn að gera vel. Alveg sama maður var búinn að horfa á við borðið, sko. Og laglir sömu taktarnir þegar hann var búinn að svara spurningunum. Þurfti ekkert að ringi vin endilega, sko. Nei. Og honum finnst gaman að fara illa með mann við grænaborðið, við bridgeborðið. Það ískrar í honum að vera illa með okkur. En það er virkilega gaman að sjá að þeir voru, er það ekki rétt munað hjá mér, þeir voru allan tíman alveg svona stöðugir inni í þessu móti. Jú, ég held ég. Þeir hafi mest allan tíma verið þannig. Þannig að flott hjá þeim. Og þá nú komið að mínum gömlu sveitarfélögum í sveit Frímanns Stefánssonar sem ég hef spilað með eiginlega bara í marga áratugi en gera það nú ekki þetta árið. Að það var nú heldur betur ströggl hjá Frímanni Stefánssoni. Hans sveit skipuðu Frímann Stefánsson, Reynir Helgason, Pétur Guðjónsson og Anton Haraldsson, engar smá kempur og svo held ég á morgun þá bætist þeim liðsauki Jónas Róbertsson og Sveinn T. Pálsson. En það var mikið ströggl á þeim og á tímabili þá sögðu bæði Frímann og Reynir að þeir væru augljóslega ekki nógu góðir til þess að komast í úrslitin og það var ekkert við því að gera en svo byttu þeir náttúrulega í skjaldar endur og fóru þarna inn og þeir gætu alveg orðið skein og hættir á morgun. Þetta er sveit sem að tók bronsið í úrslitunum í fyrra. Já, það eru þessi góðir, sko. Voru raun og veru, sko, lengi vel bara langt frá því að vera inni, sko. Þeir tóku sér til í lokinn og en það þetta nú mjög sterkir spilar og Jú. Það getur allt gerst, sko. Gaman að sjá Tóna og Pétur hérna, þeir hafa ekkert verið að spila til að undanfarið. Nei, mjög gaman að sjá það og sko, allir sé ekki bara einhver ár síðan Tóni var í svona harðri keppni. Tónin, ég náttúrulega Nei, kannski ekki. Það er kannski, jú, hann var náttúrulega makkinu minni áður en að flutti norður. Alveg rétt. Og það er eitthvað, hann fór, ég veit ekki hvort að ég segi, hann var svo ósattur þegar úrslitum voru færð á í Þorlákshöfn. Já, hann var ekki sátt. Þá var hann með mér í sveit og kom ekkert. Þannig að ég spilaði úrslitin 5. Hálftíma kennsla frá Reykjavík, það er ekki mikið mál. Í 10. sæti sveit Lekta. Ég fullyrði að það var ekki sjálfgefið að hún kemist áfram. Björn Friðriksson, Jóhann Ævarsson, Guðmundur Skúlason, Pétur Júlíusson. Hvað segir þetta? Vel gert það? Já. Mjög vel gert. Já, bara glæsilegt. Betri ferðir, mikið ströggl þar. Þeir voru lengst af úti. Það gerðist í leiknum á móti minni sveiti í þessu móti að einn af sterkustu spilurum landsins í þeirra sveit hann tók ekki eftir afkasti og kleimaði og þá var ekkert kleim hann hafði ekki tekið eftir því að tromplitur splittaðist illa og það var úti tromp þannig að það var svona kannski lýsandi fyrir það að var svona það var það var svona eitthvað stress í gangi eða eitthvað, ég veit ekki hvað að segja en það er nú það sterk sveit að þeir geta bara komið tvíeldi núna inn eina af þeim fyrstu sem maður hefði tippað áfram sko, þannig að þetta var ekki óvænt að þeir skildu taka endarsprettin. Nei, en sko þarna er Hemmi Friðriks, Hermann Friðriksson svolítið að spila við, sko hann var að spila við Guðmund Pál Arnarsson,
gegn okkur, hann kannski spila við alla, þekkið þið það? Já, Er þetta í föstum pöðum? óvanur því að vera Hann með... svolítið með marga makkar oft, sko, þannig að hann vanur að spila aðlaga sig nýjum makkarum. Einmitt. Það semst hann og Guðmundur S. Fermason, Einar Hördal Jónsson, Sigurður Vilhjánsson, maður sér hann alltaf einu svona ári, skriða upp, Sigga Vil. Já, en þetta nú allt mjög reyndir spilarar. Já, Mjög reyndir, sterkir spilarar. og Guðmundur Sveinsson, hann þarna líka, Já. hann var gaman að því líka, mikil karakter. Hann mjög skemmtilegur. Að ónefndum Guðmundi Páli Arnarsinni, og þá er það síðasta sveitin sem komst upp. Það er sveit Arkitek Björk Jónsdóttir, Brits mamman ógulega frá Siglufirði, Jón Sigurbjörnsson, Brits pappin, fólk sem að setti ný viðmið fyrir allmörgum árum þegar Siglfirska sveitin varð Íslandsmeistari, öllum að óvurum, fjölskyldusveitin og færðu til fermingarnar eða frestuðu þeim að það mætti ekki fermingar. Hvernig það var þetta árum páska? Ég veit ekki hvort þið munið eftir þessu, en ég man vel eftir þessu. Og svo var það Hjördís Sigurjónsdóttir og Kristján Blöndal, hjónin, náttúrulega alveg þaulvön að spila saman, og svo kom Ingvar Jónsson, sonur sem sagt Bjarkar og Jóns og bróðir Birkis. Hann hefur ekkert spilað í eitthvað 20 ár, sko, Hann það hefur ekki virkilega spilað í gaman að 20 sjá hann hann að koma og hann hefur engu gleymt. Kemur inn og labbar inn í úrslitin. Já, hann búið erlendis, skildist mér. Hitt hann Kristján í Sundi og hann var að fræða um þetta allt og... Hann meira svona í Ironman og skíðagöngu og eitthvað svo hlaupum og svona, hann hefur ekki verið mikið í hugaríþróttunum undanfarið. Þetta er magnað, sko. En svo sá ég að þeir eru að taka inn 7. mann, Ásgrím Sigurbjörns. Já. Þetta er Siglufjarðar fjölskyldan og svo Kristján og Hjördís. Það verður gaman að fylgjast með þessu. Nú, sveitir sem ekki komast áfram og hefðu svona hafa oft blandað sér í baráttuna. Það er alltaf með svo sem að þurft að býti það súra epli að verði í 13. sætið sem engi vill enda í. Þá sveit vantaði bara 0,6 stig á að fara áfram. Þetta er sveitin TM Selfossi, Kristján Már Gunnarsson, Björn Snorrason, Guðmundur Gunnarsson og Runólfur Þór Jónsson. Þeir hafa nú sennilega ekki verið mjög hressir með það. En önnur sveit þarna sem að mér fannst koma mikið á óvart, sveitin Súperlagnir, sem að er bara hársbreytt frá því að fara áfram. Þetta eru spilarar sem að ég held að það getur ekki verið að spilarar Súperlagna hafi bara átt sitt besta mót. Allavega stóðu sér rosalega vel og þetta er nú það skemmtilega við að þegar mótið var svona opnað og þetta spilaði í einni, það eru fleiri óvænt úrslit heldur en og það gerist að það er alltaf séns, það er möguleiki og þess vegna er skemmtilegt, það er alltaf mjög gaman þegar að komast eitthvað svona sveitir áfram og því að þetta er einslega fyrir fólk að fá að spila úrslitin og mjög skemmtilegt. Já, þetta var áður svona fast í riðlum en núna er þetta Monrad. Það er bara hásbreytt hann, ég er ekki viss að neitt þeirra hafi komist áður í úrslit, þannig að það hefur verið Ég hugsa ekki. Virkilega gaman, það meðan ekki mörg stig allavega. Sko, ég var flengtur í viðureign við þessa sveit. Ég spilaði andstæðingu minn á vinstri hönd, var hávaxinn og hann sagði búm, 4 spaða í hverju einasta spili, yfirleitt bara í einu sakring og hann vann þetta alltaf og þetta var alltaf á hættunni. Líka stuðið maður. Heyrðu, en Súperlagnir skipa Símon Sveinsson, Östur Friðgeirsson, Valdimar S. Sævaldsson, Una Sigurðardóttir, Guðrún Bergmann og Jakob Vigfússon. Það eru 2 konur borð. Er það fyrsta konan borð sem ég nefndi áðan, Björk í Arkitek? Já, sennilega er það þannig. Líklegast eina konan í úrslitunum núna. Björk og Hjördís. Já, það er 2. Já, þannig er það. Þannig að það vantar ennþá aðeins upp á þeim efnum, þótt allt sé á réttri leið. Nú, ég var að ræða SFG sem að Gunnlaugur Karlsson, Kjartan Ingvarsson, Stefán Jónsson, Sverrir Þórisson, Ragnar Jónsson, Jón Þorvarsson, má ekki bara segja að komið svolítið á óvart að þeim hafi ekki tekist að komast áfram. Þeir voru hérna í 5. og 7. sæti, þeir voru 2 fyrir eftir og töpuðu svo illa síðustu 2 leikjunum, þannig að svona getur þá farið í Morlandinu. Akkurat. Meðan aðri lendi í stuðinu, þá lendu þeir hérna í Árstuði. Já. Þetta er svona, þeir urðu í SFG varði mann rétt í 4. sæti í úrslitunum í fyrra. Á sjónarmun. Á sjónarmun. Við erum í 3., þið eruð í öðru og
eða þín sveit og Þeir voru í fjórða, já. þeir eru ekki í fjórða og það munaði bara sko einum slag á milli annars og þriðja og fjórða sætisins. Það var ótrúlega. Eitthvað svoleiðis. Nema fyrsta sæti var frátekið en Já, það var fór bara til annað sæti. Einmitt, þannig að þetta er náttúrulega alveg hörku sveit og þeir hafa svolítið verið að fara út fyrir landsteinana í sveit SFG sem að hefur líka styrta. Svo eru þarna margar sveitir sem að stundum er í úrslitunum. Það er svo uppsveitir, framkvæmdastjórans okkar, Matthías Imsland, Ólafur Steinarsson, Kristinn Kristjánsson, Ólafur Sigmarsson, Kristján Þorsteinsson, Helgi Steinsson. Þetta eru náttúrulega þarna eru spilarar sem að sumir hverjir sem eru að minnsta kosti annað hvert ár í úrslitunum. Tókst það ekki þetta skiptið og hvað ef að fara yfir meira, já, Sveit Guðmundar Ólafsson frá Vesturlandi, hún var mjög heit og hún var inni bara þegar 2-3 spil voru eftir. Sveitin Gervigreind var líka stundum inni, þetta er Sigurður Jón Björgvinsson, Heiðar Sigurðarsson, Daniel Halldór Marsverðarsson og Halldór Guðjónsson. Við getum haldið áfram að feta okkur þarna niður og ræða það hverjir komist áfram og hverjir ekki, en eitt orð vopnabræður, er það ekki svona líka ákveðin skellur fyrir þá að þeir sáu ekkert mikið til sólar í þessu móti? Maður hefði nú gert ráð fyrir því að þeir kæmust í úrslit, það er nú ekkert mörg á síðan að stór hluti þessara sveitar varð Íslandsmeistari. Þá voru þið 5 var það ekki og spiluðu allir saman kerfið, var það ekki einhvern veginn þannig? Ég man það nú ekki. Þeir spila líka mjög mikið og æfa í Hafnarfirði, BR og eru út allt sko. Þeir eru mjög góður í æfingu þannig að maður reiknaði með þeim áfram sko. Já, einmitt. Heyrðu, en þetta var það og skemmtilegt mót. Mjög svo skemmtilegt og eins og ég segi skemmtilegt eftir að þetta var opnað bara og er allir velkomnir og það er náttúrulega alltaf að vonandi vera að fjölga hjá okkur. Einmitt. Áður en við tölum mótið sem hefst í fyrramálið þá ætla ég að bregða á skjáin að minnsta kosti einni stöðumynd. Einmitt, þessari stöðumynd hér. Þetta er eitt af spilum undankeppninnar. Ég satt í austur og norður ákveður þarna að vekja svona sem að sumir myndu segja létt en í seinni tíð þá hefur nú Brilsin þróast þannig að þið segið eitt spað er það ekki allan daginn eins og gerist í borðið í norður. Já, einmitt. Og það kemur náttúrulega passi á mér hérna í austri og hann lyftir í 4 spaða í suður og hann er utan hættu og ég er að spila við Kidda Þóris Sannur í vestur, hann er náttúrulega með langt bestu spilum við borðið 4, 5, 6, 8, 9, 10, þetta eru 19 punktar 2, 3, 4, 4 og við erum allir sammála um að maður doblar náttúrulega 4 spaða í hans stöðu það kemur pass og nú ætla ég bara að vera svolítið hreinskilin við ykkur ég vissi bara ekkert hvað ég átti að gera í austur og ég bara, þú veist... Nú er búið að stilla þér fyrir vegg, sko. Já, það getur verið vitlaust að passa eða í standi 4 spaða eða fyrir 1 dán. Þú getur verið kolvitlaust að melda, það fer 2 dán á þínu samningja þegar makkar átt ekki réttu spilin. Þannig að þetta er rosalega erfið staða. Þetta er erfið staða. Sko, ég held að sé nú pass á þessi hendi. Þú ert á hættunni og ég myndi passa en það er náttúrulega, sko, þú getur sett að spila nokkur sinnum upp og það er yfirleitt rétt að passa, held ég. Því að þú sér hvað þarf að liggja þarna til að 5 tíklar vinnist, sko. Þetta er ekki góðu samningur. Þetta regla, þú ferð á 5. sags þegar þú átt vonaði að vinna samningin. Já, en á ekki vera hræddur að þið standið sinn, sko. Og ekki hugsað þannig. En á móti kemur það náttúrulega sko svakalegt óstuð að makkar í kettlingu aðra í spaða. Við erum svona frekar eins og sagnir að ganga þá erum við mun líklega í einspil. Það hefði liðið betur með 300 spaða, þá svona margir segja 4 spaða og 4 lit sko þarna á þessum hættum. Jú. Staðið fyrir að gefa ykkur áskorun. Mér finnst reyndar, svo sem í precision er það í lagi, en mér finnst þessi 4 spaðasögn ekki, ég væri ekki ánægður með þig og við værum að melda saman. Sama að vilja gefa áskorun sko. Hvað hefði þið meldað? Sérstaklega þegar þú átt hjarta, þá hefur ekki áhyggjur að þeir standi... Þú sagt 2 grönd bara sem að... Þetta er svo gott líka, þú getur verið að missa við ykkur bara. Þér finnst þú ekkert að hafa áhyggjur af því hefur ekkert áhyggjur af því að andstæðagæti sé að fara að ná í game þegar makkar er búin að opna og þú átt þarna 10 punta. Þú þvælist fyrir sérstaklega í litunum þeirra sko.
nema tíklavísu, en þá þurfum við að fara upp á 5. En þú sér hvað þarf að liggja, tígulkongur þarf að liggja og litlu Jónni í hjarta þurfa að liggja, þannig að þetta er nú ekki... Svona í long run bara passið farsælt, sko. Það var fyrsta hugmynd sem kom upp, að passa bara. Svo eins og stundum þá breytir maður áætlun eftir þess að maður hugsar lengur. Ég hugsaði með mér, þú átt þó 6 lit í... 10 spil í 2 litum, það er svona... og þú átt þó 1 spil, það eina sem er gott við spiliðin að þú átt 6 lit í sókn sem gæti verið trompliturinn og þú átt 1 spil. En það er ekkert gott við spilin í vörn og þannig að ég meldaði vitlaust. 5 tígla, það var svo smelli doblað. Og 7,50 bara á borðinu af því eins og þið segir það kemur þarna bæði tígulkongur og litlu Jónin liggja fjórðu. Það náðan sér vel, sko. Rétt. En þið sem sagt segið báðir pass og eins og þú segir Guðmundur þegar in the long run þá það rétt. Ef þú teiknar svona 16-17 púnta kannski normal makkar og hvað það að fara að standa 5 þá, þú veist, ég held ekki. Þú sér, þú þarft bara að færa annað litlu Jónin í hjarta yfir og þá ertu búin að breyta því að sko þú getur tekið þarna í vörn 2 hjarta, 1 á tígur 3, 1 á lög 4 og 2 stungu. Þú getur tekið sko 4 spaða 13 með bestu vörn. Já. En sko þetta, af því að nú erum við líka að tala við hlustendur, áhorfendur sem að bara rétt eru svona að nusa á bridgesinum, kunna kannski eiginlega ekki neitt í bridge en langar að læra eitthvað. Að þetta ekki það sem er svona snúnast við að, eða eitt af því sem er snúið við að eiga í spilinu, það þegar koma hressilegar hindranir, þú kallar það að stilla upp í vegg. Að þetta eru stöðunar þar sem oft skilur á milli hvort maður fær töluna og hvað góða, hvaða ákvörðun maður tekur. Hvenær á að melda og hvenær á að passa, það er... Já, þú þarft að giska, þannig að þá svona reynir að teikna ykkur svona meðaltala bjarsýn og svarsýni frá makkar, sko, þannig að þetta kannski kemur mér einslunni, sko, hvenær hvað átt að gera, sko, það er aldrei sjálfgefið, sko. Nei. Og það stundum borðtilfinning, jafnvel, hjá ykkur? Já, þetta það. Já, líka það þér? Já, algjörlega, það verður að vera það, sko. Já. Og svona reyna að teikna líklegustu niðurstöðuna, sko, fyrirfram. En ef þú ert alltaf ofur bjassít, þá kannski ferðu oft þarna of hátt eða þannig, já. En sko, þegar þú ræðir gisk, þá held ég samt að þú eigir við, sko, educated guess, exact. Jú, það er það, sko. Já. En mér skilst, Ómar, að þú sérst líka mögulega með eitt spil sem að Pétur, 8 aðra stöðumynd þarna. Já. Hvað þetta spil að segja, Ómar? Já, hér opnar norður og það kemur pass og ég er í austur og opna einu tígli. Á nú ansi góð spil hann á lálitina. Og það kemur pass og 1 hjarta hjá makkar og það kemur pass. Nú er það spurning, hvað vilja menn gera, sko? Þetta er útrúldið mikið fyrir að segja 2 lauf. Já. Og eiginlega lítið að segja 3 lauf ef þetta er sterkt, sko. Þú átt góð spil, en kannski ekki fyrir geimkröfu. Þannig erum við með sagvenju sem er, sko, 3 lauf er svona 14-16 milli gott. Mér fannst þetta svona vera, alveg tilvalið í það og ég sé svona hærri í kantinum. En kongin inn í lit makkars. Þannig ég segi 3 lauf sem er þá svona milli gott og lofa 5-5. En svona, þeir sem segja 2 lauf, þeir eru undirmelda og þeir sem segja 3 lauf í venjulegu kerfi væri kannski að yfirmelda krefja í game. Þá er eiginlega spurning hvað hún gerir í vestur, spilið hjá makkar. Já. Það er eiginlega svolítið vandamál líka. Hvað á hann að segja 3 hjört, þá hann að lélega 6 lit, eða 3 grönd, þá kom bara eina fyrirstöðu spaða. Já. Þannig að hann ákvað að segja 5 lauf sem var býsna vel heppnað. Það er eina geimið sem stendur endar eins og spilið hann. Með 3 grönd fara niður með spað út. Já, og 4 hjörtur líka, það er alveg séns, en hjarta er 4-2, þannig að þarna fengum við góða tölu í 5 laufum. Já, hann lítur þannig á eftir sagnir að það sé líklegt að það sé bara 1 stopp í spaða.
Já, og þá sé kannski ekki 9 slagir beint, sko, því að það er nú einspil í litnum mínum og nefn að segja 3 hjörtu, þá hann hefði alveg getað gert það, þá hugsa ég verið að segja 3 spaða, svona einhvers konar, veit ég hvert ég að fara, og þá kannski segja hann 3 grönd, en þetta er kannski meira vandamál þegar þú veist ekki hvort það 5 litur á móti í laufi, sko, hvað hann á að segja. Þetta er kannski pointið. Snuðu sakvæni hjá okkur. En sko, vinnur þið 5 lauf ef laufin liggja 4-1? Nei, svo er það alls ekki öruggur samning og líka spað út. Það getur verið 2 á spaða beint og svo lauf á sinn. Og 3 grönd það geta staðið með spaðan 4-4 og svona. Þetta var svona... Jú, við allavega vorum svona lukkulegir hérna að lenda í... En svo þetta lág allavega. Það hefði alveg getað staðið 3 grönd ef spaðinu væri 4-4. En góð ákvörðun hjá honum, þetta eru 4 kontról og 1 spil og þegar hann veit að 5 litnum í laufi, það náttúrulega mennur öllu. Já, álíkt þessu svo að sé kannski 1 á spaða og kannski 1 á laufiða tígul, sko. Svona sirka, eins og það var verið svona rétt teiknað hjá honum. Manst þú eitthvað spilið, Guðmundur? Nei, það ekki markátt, ég muni ekki. Það var leik 2. Leik 2, já. Það er nú líklegast verið inn á það. Já, þetta er flott. Þetta er eitt af þessum... Það var fáir í 5 laufum, það var flestir í gröndum eða hjörtum sem stóð ekki, sko. Já, einmitt. Magnað. Hérna, þá ætla ég aðeins að heyri ykkur með morgundaginn. Klukkan hvað hefjast úrslit Íslandsmóts í sveitakeppni. Man það einhver? Er það 10 eða 11? Ég held sér 10 framálega. 10 framálega? Ég held að sé örugglega 10. Ég er út af í fyrsta leik, þannig ég man það ekki. Ég er búin að setja upp planið hverju spila hvað. Og sko, nú háttar þannig til að áhorfendur eru velkomnir þarna upp í framhaldsskólan í Mosfellsbæ. Já. Er það ekki? Jú. Og svo, sem skiptir nú ekki minna máli, við getum fylgst með völdum viðuregnum á Britspace Online BBO. Er það ekki? Jú. Já. Ég sá þetta var búið að setja inn könnu, hvað átt að velja, ég hef nú ekkert fylgst með henni. Það er Britsspjallinu og getur valið úr 3 leikum. Þetta er svolítið skemmtilegt. Já, einmitt. Og það er ekki víst að þið vitið þetta, kæru áhorfendur og hlustendur að sem sagt með því að hlaða upp BBO, Britspace Online, þá er hægt að leita upp í Viewgraph og þar er hægt að fylgjast með mörgum Brits viðuregnum hér innanlands sem utan og þá er það þannig að það ekki að Britssambandið leggur til svona hjálparkokka sem að kannski kommentera líka, lýsa því fyrir áhorfendum hvað sé að gerast, er ekki Stebbi Jóns þarna stundum Jú, þá situr bara einhver við tölvu við hliðin á borðinu og í raun og veru gerir bara sama og spilar við borðið. Það er að slá inn hvað er sett út og svona, hvað er meldað. Já. Og þarna eru birtir hlekkir raunstöðu í mótinu líka. Já. Hverjir eru hvernig staðan er. Í raun og veru eftir hvert spil sem að klárast. Spilararnir sjá ekki en áhorfendur heima geta séð. Eru þið spenntir núna? Hlakkið þið til? Já, það er ekkert að neita því að það er alltaf tilhlökkun fyrir þessu móti. Þetta er náttúrulega svona eiginlega það mót sem maður hlakka mest til á árinu að spila og það er alltaf fyrringur. Já, 16 spila leikir. Já. Það er nú langsterkasta mótið, sko. Og Brittshátíð er náttúrulega heitt mótið sem allir vilja spila. Það er Brittshátíð og úrslit Íslandsmóts. Já. Þið spilið 11 leiki eins og hinnar sveitinnar og eru það svo 4 sem að keppa til þrautar á sunnudag? Já, sem sagt 50. föstudag, laugardag eru spilaðir 11-16 spilaleikir og eftir það fara 4 sveitir í úrslitin á sunnudaginn. Já. Og spila þar alla 3 umferðir og stigin telja bara áfram, þannig að það er ekkert byrjað og heldur stiguna þínum úr fyrstu 11 umferðunum. Þið náttúrulega eins og ég nefndi áðan landsliðsmenn fyrrum og mögulega síðar en hafið þið oft orðið Íslandsmeistarar í sveitakeppni? Ég hef bara aldrei orðið Íslandsmeistari í sveitakeppni. Þú átt þetta eftir? Ég held ég veit ekki hvað 7 silfurverðlaun og ég veit ekki hvað eru mörg, ég er nú bara að giska og eitthvað svipað í bronsi en þau eru ansi mörg en ég hef aldrei unnið
Íslandsmótið í sveitakefni. Það nefnilega það. Já, neða, vonandi verður það bara núna. Því langar alveg rosalega núna. Já, ég neita því ekki. Hvað með þig, Ómar? Jú, tvisvarsunum munið það. Það var það að Maggi og Bessi voru upp á sitt besta og ég spilaði við Svein Rúnar þá, 2010-11. Já, einmitt. En svo einmitt, Kýtlamann, maður svona stundur nálægt í en þetta svona aðal titillinn að stefna á, sko. Einmitt. Þetta verður alveg ótrúlega spennandi og gaman og þótt ég sé fjarri góðu gamni sem keppandi þetta árið þá hugsa ég að ég muni verða mikið á vefnum og ég verða á BBO að fylgjast með okkur og kannski mun maður líta við þarna upp í Mosó til að fylgjast með ykkur. Ég ætla aðeins svona að lokum að kíka á bridgespjallið, athuga hvort það er eitthvað að frétta. Það er það er skemmt, bridgespjallið er sem sagt Facebook síða sem við bridgerar notum mikið og ef þú ert að spá í að læra bridge eða kynna þig bridge eða ert aðeins farin að svona skoða spilið þá mæli ég mælum við með því að þú gerist vinur bridgespjallsins. Það eru eiginlega allar upplýsingar. Þar segir af öðru móti sem er í smá samkeppni við ykkur á laugardaginn en samt í raun ekki. Þetta er svona, við getum sagt, annar markhópur. Það er Davíðsmótið í bridge verður haldið 27. apríl, er það ekki laugardagurinn, klukkan 13 í Tjarnarlundi, Saurbæ, Dalasýslu. Spiluð 28 spil. Yfirdómari verður Ágúst Þorsteinsson. Skráin einhver fram á bridge.is og svo er einhver nettöngvarnar líka. Þú, Gummi, þú ert einmitt keppnistjóri miðvikudagsklúbbsins. Já. Og þar kemur fólk til að hafa gaman. Já, þar þú veist, þetta fólki finnst oft mikið skrifa mæti klúbbana en allir sem hafa spilað bara heimabridge í eitthvað tíma þeir geta mæti klúbbana og haft gaman. Já. Og það er mjög snúllega skemmtilegast að horfa upp á það þegar það er að mæta nýliðar hjá okkur. Já. Og við reynum alltaf að taka alltaf vel á móti þeim og svoleiðis og þetta er ekkert erfitt, þú veist, þannig. Eins og ég segi, allir sem hafa spilað í heimabridge í ykkur ár, þeir geta mæti klúbbana. Og svo finnst mann náttúrulega skemmtilegt þegar maður sér þessa nýlið að fara í Íslandsmótin og svoleiðis því að fólk er ofta mikla þetta fyrir sér. Já. Þetta kann að virka svolítið ókvænlegt fyrir þá sem er að fylla sin fyrstu skref en það er sem sagt þannig að þú getur höfðið þínu hallað að svona léttu skemmtilegu móti eins og Davíðsmótinu í bridge helgina. Og þar sem fólk kannski kemur fyrst og fremst saman bara út af félagskapnum Það er mikið með það svona skemmtilega mótum það er gaman að sjá það er líka halamótið var fyrir stuttu og það var mót á Borðeyri og þeir eru tölulegur í Borgarfirðinum að halda svona mót víða mjög gaman að því Mér finnst svolítið mikil áhersla á þessi mót núna og mér finnst mikil stemning akkur þessum bara svona léttu skemmtilegu mótum þar sem að ef að segja úrslitin skipti ekki öllu máli Nei, bara svona einstagsmótum. Skemmtilegu félagskapur líka og kynnast þarna fleiri bridgesurum líka í leiðinni. Já, minni keppnisharka heldur en kannski þegar hinn er albestu koma saman. Það verður náttúrulega það á náttúrulega að vera keppnisharka í úrslitum Íslandsmótsins í sveitakeppni. Erum við ekki samanlega það? Jú, að sjálfsögðu. Það vilja allir vinna. Já. En það er bara eitt sem fær vinna. Einmitt en já, ég held þá kannski bara að við séum komin á enda í dag það var mjög gaman að fá ykkur í heimsókn, strákar Ég bara takk fyrir að fá að koma Takk fyrir, þetta var bara skemmtilegt Það er svona ein samviskspurning í lokin eru svona ef þið eigið fjölskyldumeðlimi er allir bara rólegir yfir því að
það sé verið að rústa sumudeginum fyrsta og svo þurfum við kannski að fá frí og vinnuna á föstudaginn og svo kemur laugardaginn og sunnudaginn. Mögulega. Allir konar sé nú gjörum vönnessu og sé ekki bara fegin að vera lausum. Það góður skilningur heima fyrir. Kona mín, hún er þetta afmæli í dag. Hún er 52 ára sem er náttúrulega stór afmæli hjá Betsöru. Á því spilin eru 52. Já. Það er að dekra að vera í dag og fá að spila alla helgina. Vinnum fullt af punktum. Britsarar eru einn af örfáum hópum fólks sem að finnst 52 ára afmælið alveg svakalega merkilega. Og svo alla leið upp í 55 sko, því að jókerarnir eru líka 3. Maður getur sagt að 53 sé sko spilin pluss 1 jóker og 2 og svo 3. En eftir 55 þá er nú erfitt að koma þessu inn. Þá fer þetta að fara niður. En virkilega gaman að fá ykkur í heimsókn, Guðmundur Snorrason og Ómar Olgersson. Við hikum ekkert við að segja bara gangi ykkur vel hér. Við í leikhúsinu og svona þarf maður að nota einhverja erlenda frasa, tutu og eitthvað svoleiðis, en ég sé bara gangi ykkur vel. Og ég vona þið verðið Íslandsmeistarar og Guðmundur. Ég er enn meira með þér í liðinu af því þú hefur aldrei orðið. Takk fyrir það, Unnur. En þá er þessum þætti lokið og það er ekki bara að Bridge-þættinu sé lokið, heldur er dagskrá Rauða borðsins þetta fallega miðvikudagskvöld, henni er lokið líka. Við verðum ekki í loftinu á morgun vegna þess að þá er sumardagurinn 1. En á föstudag þá verður vikuskammtur, frétta yfirlit í beinni útsendingu með 4 gestum og á laugardag helgi spjall, langt og ítarlegt viðtal þar sem við upplýsum síðan það hver verður aðalgesturinn. Síðan á sunnudag eru Synir Egils, sá magnaði þjóðmála þáttur sem oftar en ekki kemst í fyrirsagnir fjölmiðlana. En kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur, og þakkir fyrir stuðningin. Ef einhver ykkar hafi svona verið á góðri leið með að gerast áskrifendur og styrktaraðilar okkar en þið hafið bara ekki komið í verk, þá er ágætt að minna á það að vefsíðan samstöðin.is, ef þið farið þangað inn og skrollið aðeins niður, þá komið að hnapp þar sem ástendur áskrift. Og þið getið sem sagt orðið eigendur þessa fjölmiðils með hóflegu gjaldi, 2750 króna mánaðargjaldi. Og með því að haka við það og gerast styrktaraðilar eða áskrifendur þá fáið einnig örlítil ítök yfir ritstjórnarstefnu samstöðurinnar, getum við að sagt. En fyrst og fremst þá tryggið þið þá með því framlagi að samstöðin heldur áfram að búa til efni sem okkur er sagt að sé með vissum hætti öðruvísi heldur en allt annað efni sem er gert á öllum öðrum fjölmiðlum í dag. En þættinum er lokið, sjáumst aftur á föstudag, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.